Hæ krakkar, gaman að sjá ykkur. Ég þarf aðeins að vökva blómi fyrir hana mömmu. Svona, flott. Í dag ætla ég nefnilega að sýna ykkur hvað heimur sjónvarpsins skrítinn. Það nefnilega alveg ótrúlegir hlutir sem ég get gert bara með því að smella fingri. Og þá get ég alveg breytt öllu þetta inn í herbergi. Og ég að gefa ykkur dæmi. Nú ætla ég að breyta herberginu mínu þannig að það verði svarthvítt. Sjáu þið, það allt rosalega fínum litum, rauður sveppur, blár veggur, gulu bólur, en ping! Allt orðið svarthvítt. Sjáu þið, það allt svarthvítt og svona var þetta meira í gamla daga. Þegar mamma var að horfa á sjónvarpið, þá var þetta allt svarthvítt. Og sko, meira segja þegar sjónvarpið var að koma fyrst, þá var þetta ennþá svona gamlar, þá voru svona rispur í filmunni eða eitthvað svoleið, sko. Og það getur komið núna, sjáu þið. Nú þetta alveg bara svona eins og eldgömul mynd. Það bara ótrúlegt. Samt erum við ekki í gamalli mynd. Samt ennþá bara 2009 eða eitthvað, sko. En leið og ég smelli fingri aftur, þá verður allt eðlilegt og við fáum litina upp á nýtt. Þetta nú miklu þægilegra þegar maður með liti. Ég verð nú að segja það, sko. Og svo meira að segja, þið ráðið hvernig ljós hérna inni. Núna alveg svona ágætis birta, en ég ætla að láta eins og ég sé með sólina inn í herbergi. Leið og ég lyft upp höndunum, þá lýsist upp allt herbergið. Það ekkert smá bjart hérna inni. Það bara maður að stekna úr hita. Þetta bara eins og við erum með sólina í kaffiboði eða eitthvað. Og svo get ég tekið hendurna niður og þá minnkar birtan. Svona, nú allt orðið eðlilegt. En ef ég fer neðan með hendurnar, þá bara hverfur birtan. Og þá alveg, sjáu þið, nú alveg eins og þessi bara komin myrkur eða nótt inn í herberginu mínu. Og veitir hvað ég get gert meira? Bara leið og ég smelli fingri, þá get ég látið líta út eins og þessi slökkt á sjónvarpinu heima hjá ykkur. Viljið þið sjá? Nú sjáu þið ekki neitt. Nú allt svart. Nú bara eins og sveppi sé að tala og það sé slökkt á sjónvarpinu. En nei, það ekki þannig. Því að ef ég smelli fingri, þá get ég látið koma bara eitt ljós beint á mig. Viljið þið sjá það? 1, 2 og skup. Halló! Ég bara einn hérna í pínu litlu ljósi. Og það alveg sama hvert ég færi mig. Það elti mig alltaf ljósið. Já, það margt skrítið í kýrhausnum, en meira það á eftir. Jæja, sjáu þið. Nú ég hérna fyrir framan gluggann minn. Og ég get bara breytt veður úti. Ég get látið til dæmis vera stjörnuhrap. Sjáu þið stjörnuna? Og nú dettur hún. Ekkert smá flott. Og ég alltaf svo hræddur þegar það þrumuveður. Þrumur og eldingar. Eigum við að fá þrumur og eldingar? Þrumur! Sáuð eldinguna? Það væri nú ekkert smá skrítið ef að það væri nú kannski bara eldingar hérna inni. Viljið sjá það? Gæti ég fengið eldingu og þrumur? Þrumur og eldingar bara inni í herbergi. En svo getum við líka gert eitthvað krúttlegt, eins og til dæmis fuglahljóð. Við getum fengið að heyra í hrossagauki. Hrossagaukur hérna fyrir utan? Já, þarna var hrossagaukur. Nei. Þetta himbrimi. Vá, hvað hann flottur. Og önd. Þarna önd. Heyrðu,
Ég get bara kallað alls konar fuglahljóð. Þröstur. Já, og meira að segja, svo get ég talað alls konar tungumál. Ég get talað kínversku. Ég tala kínversku. 是的，我仔细打听方知，死去的2位高手仍是江中寨的2位。Wow. Ég bara talaði kínversku. Svo get ég talað indversku. Og दोनों टीमों के लिए जीत बहुत आसान नहीं है परिणाम स्वरूप ये wow. Ég get talað öll tungumál, spænsku. Ya no son auténticos vaqueros. El auténtico sistema de olivar superintensivo. Svo get ég með þess að breytna bara í mömmu. Mamma, hún alltaf að segja: Sverrir minn, þú verður að koma inn að borða því annars verður alltaf svo svangur. Heyrði, það eins og að mamma sé að tala í gegnum mig. Wow, hvað þetta var skrítið. Það var svo ég gleypt mömmu í heilum munnbita. Já, svona heimur sjónvarpsins skrítinn. Hvað að mér? Ég tala ekkert smá hægt. Ég bara eins og djúpratað gamalmenni. Ég veit ekki hvað ég á að gera. Ég vil ekki tala svona hægt alltaf. Ætli maður get ekki hraða röddinni upp aðeins betur. Má ég sjá? Jú. Vá, þetta ekkert smá skrítið. Ég tala bara eins og kanína. Ég tala allt og hratt. Það gengur eiginlega ekki, sko. Það myndi eiginlega bara enginn skilja mig þannig. Þannig að það líka best að ég reyni bara að tala á eðlilegum hraða. Svona, já. Svona? Já, nú þetta fínt, sko. Þetta nefnilega, sko, heimur sjónvarpsins, hann ótrúlegur. Hann getur látið mann bara tala hratt eins og svona. Komið sæl og blessuð og hjartanlega velkomin í Algjör Sveppi. Það gaman að vera með ykkur. Já, eða rosalega djúpt, eins og svona. Svakalega ég djúprataður. Það hálfa væri nóg. Svona, þetta var gott. Svona getur maður bara skipt bara djúprataður og alls konar svoleiðis. En svo líka dálítið skemmtilegt að sýna, eins og bara það, að ég ætla að sýna ykkur hluti aftur á bak. Nú ætla ég að fara hérna hoppa upp á trampolínið og hoppa og henda boltanum ofan í körfuna og við horfum á það aftur á bak. Sjá, þið tilbúin? Jæja, nú getið þið fengið að sjá þetta aftur á bak og það örugglega fyndið, þá eins og ég sé að hoppa aftur á bak upp á trampolíni. En ég lúmar þá gamur það á hæsir sér og þinni fælgur það gamur það þetta sækni þið líkun. Jæja. Jæja, þá ég komin aftur og nú ætla ég að sýna ykkur alveg svakalega skemmtilegt tricks. Það alveg frábært, sko. Þetta heitir á ensku split screen. Það fer allt og langur tími að útskýra það, en ég get sýnt ykkur dálítið rosalega sniðugt, sko. Nú ætla ég að tvöfalda mig. Þannig að ég get bara sagt núna, Sveppi! Já? Ertu inn í skáp? Já, ég að kapna úr hita. Já, komdu út úr honum. Já. Hæ. Hvað segirðu? Ég góður, sko. Já, finnst þér ekki gaman? Þetta rosa gaman. Já, fáðu þér endilega sæti. Já, þakka að kærlega fyrir. Já. Þetta ekkert smá flott herbergi. Já, finnst þér ekki? Þetta rosa flott, sko. Já, rosa mikið að dóti. Já, einmitt. Já, sko þarna ég bara að tala við sjálfa mig. Ég hér og þarna. Og ég eiginlega að tala við sjálfa mig líka. Einmitt. Já, svona nefnilega heimur sjónvarpsins alveg svakalega skrítinn, sko. Já, bara búin að tvöfalda mig. Doppul. Jæja, þá maður búin að sippa sér í náttfötin. Þau svo mjúk og góð. Það sko aldeilis búið að vera gaman hjá okkur í dag.
Það er búið að fara yfir ýmislegt sem að gerist í heimi sjónvarpsins. Sjáu, bara eins og svona lítið triks. Nú er rosalega vond lykt af þessum sokk. En leið og ég smelli fingri. Besta lykt í heimi. Já, þetta getur maður bara gert í sjónvarpi. Breytt lykt. Þetta er ekki skrítið. Maður getur bara breytt táfílu í góða fílu. Svona er þetta. Jæja, þá er best að fara að pota sér undir sængina og koma sér í háttinn. Svona, sko. Lilli Strumpur, hann er sofnaður. Jæja. Góða nótt, strákar. Já, góða nótt. Já, góða nótt og dreymið vel. Já, takk fyrir það.